Jæja, Viktor, töfum aftur gegn Svíum í seinni leiknum með 3 inn í Krikanum. Hvernig fannst þér leikurinn spilast? Hvernig fyrir leikurinn klárlega. Það var meira svona líkt okkar spili, sérstaklega í vörninni. Við vorum að fá upp þessa geðveiki í vörninni sem við þurfum og já, bara sækjum að tapa 2 leikjum. Þú segir, hvað munurinn á þessum 2 leikjum? Hvað fannst þér gera betur í dag en í annan 5 dag? Vörnin var klárlega betri, alveg 100%. Vorum að loka betur á þá, en þetta er heldur gott lið og við erum alltaf að skora ykkur mörk og vantar kannski aðeins á vörsluna seinustu korterið, en já, fínn leikur, náum að spila á mörgum vörnum, prófa nýja hluti og það er sem við þurfum að gera fyrir framtíðina. Við þurfum að geta breytt til á þessum mótum og spila mismunandi hluti og þetta er leikinn til að prófa okkur áfram með því og bara sátt með það. Hvernig fannst þér þessi hluti sem voru að prófa að ganga í þessum 2 leik? Misvel, skilur við, og það er náttúrulega bara eðlilegt. Þessi strákar eru ekkert að spila mikið saman dagsdaglega og tekur alltaf tíma að finna þessi tengsli, skilur við. Ómar og Gísli eru að spila saman hverjum degi og kannski sóknarleikurinn okkar er svolítið mikið upp á þá, skilur við oft, og sem er alltaf bara geggjað og þeir gera það mjög vel og hafa vunnið 2 meistaratitil með að spila þessa sókn þeir gera. En kannski bara fyrir menn sem er ekki að æfa hverjum degi þessa sókn að fitta beint inn í að finna kannski þessi moment sem þeir eru vanir að finna og það tekur bara tíma að spila okkur saman. Er ekki gott að fá þessa leiki upp og að koma fleirum inn í það sem við erum að gera? Klálega, bara frábært. Gott að vera ekki í undankeppninni þar sem við þurfum að vinna, heldur getum aðeins verið að prófa og ég held að það muni bara skila okkur árangur næstu árum. Það geta verið með 8 mismunandi vopn í staðinn fyrir bara 4 eða 5, skilur. Þannig að það tekur bara tíma og við erum bara process.